Bróðir. Blessaður. Ertu búin að ná þér? Já, ég í bata. Þú ert í bata? Ég í bata, sko. Bata frá hverju? Eftir viðtalið við hann Ingólf. Já. Þetta kannski svona jákvæður bati. Þetta svona, það mikið að melta, sko. Það mjög mikið að melta. Þannig að ég bara svona rétt að koma svona á jörðin aftur og svona ná utanum alla þessa visku sem ég fekk. Og þú beint í aðeins, sko. Þú ert að tala um Sitting Bull? Já. Sjálfskipaðan mannkynsfrelsara. Já. Já, fyrir mér, þá hefur hann alltaf verið einn miklu sögumaður. Já. Og það líka að koma í ljós, sko. Ég er búinn að heyra svona feed frá fólki eftir að viðtalið kom út. Að fólk er að tengja mikið allt svo við hann sem sögumann, sko. Hann með, sko, sögur eru einn besta leiðin til að ná til fólks. Það er bara S-svoleiðis. Og listin að vera góður sögumaður er ekkert sjálfgefið, sko. Nei. Og þetta er svona einn af þeim bestu sem ég hef hitt, sko. Okay. En sagan var bara svolítið löng. Já, hún var svolítið löng. Og hún var síst of löng með tilliti til þess hvað hann fjallaði, sko. En það er þurft að brjóta þetta niður í nokkra parta, sko. Þetta er náttúrulega bara, sko, fyrir mér var þetta 2 reynslur, sko. Þetta var svakalega intense. Já. Hann satt hérna, ég satt hérna, þú varst hérna, og hann er hérna, og hann er að dæla í þig, sko. Ég veit það, þú er vakandi, sko. Og þegar þú ert að taka móti þessum upplýsingum, þá sko, þarftu boðefni til þess að prósessa upplýsingar, setja allt í samhengi og einhvern veginn, því hann er að sprengja, sko, minn raunveruleika ramma bara alveg út í eitt, sko. Já. Þannig undir að síðasta, þá var ég orðinn mjög þreyttur, sko. Já, það var að rífi, sko. Það var að rífi, sko. En svo hlustaði ég á þetta, allt svo eftir á, daginn eftir eða 2 dögum eftir. Og þá var þetta bara mega þjatt og flott viðtal, sko. Eða viðtal, frásögn. Algjörlega. Og þarna, hann sprengdi allan skalan, sko. Hann auðvitað fór í barnæskuna og unglingsárin og svona, sko, menntakerfið og svona hvað heimurinn getur verið grimmur, sko, og eða kannski varða. Já, þetta var alltaf öðru sér tíma þarna, sko. Alltaf tíma, sko, það er engin fucking miskunn, sko. Nei, þetta var svona í rauninni, það er 2 viðinni tíma sem er svona allt öðru sér, það er bæði menntakerfið og svo lífið og leikurinn, sem að jáfnvel kannski bara jákvæðar og betri þá, sko. Hann talaði frelsið og að brjótast inn í leik. Já, einmitt. Fyrir honum var hann ekkert að fremja innbrot, sko. Nei, þetta er svo, þú býst ekkert inn núna í dag, sko, börnin brjótast inn, það er bara vesen, sko. Já, ég brjóst inn. Já, ég brjóst inn, brjótast í sund, ég var alltaf að brjótast í sund og svo leiðis, fór í sund og alls konar skemmtilegt, sko. Ég rétt svo náði kannski svona smá glessum, en núna er þetta bara sjálfkrafa barnaverndamál og mætti kortur að seint í skóla með barnin, sko. Ég brjóst inn á sjoppulagarinn í Vestló einu sinni. Já? Þegar þú varst í Vestló? Já, þegar ég var nei, bara þegar ég var krakki, sko. En það sem ég skammast mín mest fyrir, sem svona skemmdarverk. Já. Og ég hef aldrei, það er fáið sem vita þetta er bara einn og það er svo sem er, sko, meðsekur mér, ég ætla ekki að nefna nafnið þess. Nei. Það var á tímabili, þá stundaði ég það og ég bara skammast mér fyrir að segja þetta, en ég ætla að skila skömminni hér nú. Ok. Að ég stal húddmerkjum af bílum. Já. Grimmt. Það er alveg djöfulegt afbrot. Nasty ógeð, sko. Og hérna, varst það safnað, var þetta frávíkja bara? Nei, hún var sem betur fyrir, þetta var ekki langt tímabil, en þetta var eitthvað svona, þetta byrjaði sem svona eitthvað Benz-merki, svo fór þetta út í Cadillac, Oldsmobile, og eitt skipti, sko, get this, ég tók Root. Dodge Ram? Já. En ég hef ekki ég fór ekki hérna, þetta var ekki langur tími því svo seinna mér fekk ég svo brjálega bíladellu, sko. Já. Og ef eitthvað myndi gera þetta við bílum minn í dag, ég væri bara fucking heartbroken. Þetta er rosalega. Ég geti bara fundið upp á því að meiða unglingin ef ég myndi finna hann. Já, þetta er alveg djúvilegt, sko. Þetta er ekki, já, en það er ágætt út hættur. Ég er hættur þessu. En þetta er ástæðan fyrir að ég er bata. Já, þetta er bata, sko. Þetta er ástæðan fyrir að ég kaupi ekki dýra bíla. Ég er ekki með bíladellu. Þegar, sko, ég skipti senastu bíl, ég var á 20 ára gömlum Honda Civic með börnin mín og ég var að vaska upp í eldhúsinu, ég get hort svona út á planið og svo keyrir Katrin með nýfætt börnin í aftursætinu og svo heyri ég bara BAM! Og heyrðu, það brotnaði bara, skilur við undir hvað Stuðarinn, sundan og allt þetta? Nei, bara það sem heldur dekkjunum saman, það var bara tvennt.
þarna öxullin, brotnaði. Keyrði hún steina eitthvað? Nei, hann bara gaf sig og bara bam, og bíllinn bara láð þarna, ég bara ok, nú ég að gera eitthvað, sko. Og þá fór ég að pæla hvað ég að gera, skilur, og þá fór ég, einast ég skoður árekstarprófanir og niðurstur og svo bara sirka góður, ég endaði að kaupa skóta Octavia og það má alveg hurða hann á svoleiðis, skilur, ég ekkert að leggja í 2 stæði og hvað, svoleiðis mun það bara verða sama hversu ríkur eða fátakur ég verð, sko, ég nenni ekki svona ruglis. Ég skil. En skilur, mér fannst þetta alveg geggjað, sko, mér fannst Ingólfur alveg geggjaður, ég hlakka mikið til að kynast honum betur. Hann ánáttúrulega, hann hefur orða á sér, heyri ég, fyrir að vera mikill sögumaður og það mikið að fólki sér hlustar á hann, sko. Það fer fyrir honum, en hann líka með reynslu sem fer fyrir. Já, algjörlega. Hann með mikla sögu og hann, sko, veist, og það sem hann hafi uppljómast. Já. Það sem hann hafi dáið, hann ætla að tala döðarreynslu. Já. Og það einhvern veginn það undan fari, sko, lífs, veist, bara, sem að hann í rauninni steig inn í fyrir 29 árum síðan og skemmtilegt að hann var 18. sem að sko, þessi svokallaði edrúdagur hans. Það dagurinn sem hann varð edrú. Fyrir 29 árum? Fyrir 29 árum síðan og svo talar hann sko í kjölfarið á því, þá hittir hann fyrir þennan meistara sem hann nafngreinir hennar sem Palli, oft kallaði Palli Flug. Já, einmitt. Og innan svona vissrar kressu þá það svona svolítið legend, sko. Skrifaði meðal annars þetta litla skroll, sko, sem bók sem á sínum tíma, ég held að 5 hafi lesið hana, sko. Ég ætla að reyna að lesa hann í sumar. Já, en svo hann að segja, og það alveg rétt, ég veit að fyrir vísta að þessi maðurinn var að skrifa fyrir einhverjum 20-25 árum síðan, sko, eftir að koma í ljós í dag, þá var þetta að skrifa sem kenningar og núna þeir farnir að sanna þessu. Það sko það sem ég skildi ekki og kannski ég náði ekki að koma almennilega, þú ert með hann Ingo, þú ert með Palla Flug og þú ert með þessa bók. Hvaðan kemur þessi dórandur? Þetta eitthvað sem kemur bara himnum á hann, skilju? Hvaðan sækir hann þessa kenning? Já, þú munt komast að því hjá næsta viðmælanda sem að koma eftir, því þá ætlum við að fara einmitt í þetta svolítið. En þetta hefur með, sko, með innsæisleiftur að gera, sko, og í rauninni, sko, að við séum, sko, við erum svona eins og channelaðir. Já, ég skilji. Og þannig að upplýsingin að koma, þetta er svona svo mikli hvellur, það sko, í upphafi alls var efnið í einum punkt, sko, en fyrir þennan litla punkt þar var hvað, sko? Vakuum, við óendanlega, sko. Og þaðan uppsprettan, þaðan sköpunin, sko. Þannig að þetta kemur allt til hans í rauninni sem, sko, bara, sko, massífur, bara innsæis blossi. Já. Og hann fer að fá bara sýnir og því að sko búddistarnir allt þetta jókalið, sko, það líka talar það að allar upplýsingar það liggja þarna fyrir okkar á reiðum höndum, sko, í gegnum, sko, í rýmisvitund, sko. Algjörlega. Og þannig að þetta eitthvað svona stöf, sko, sem að þú getur ekki skilið eða þú ætti að reyna að skilja það, sko. Það þarf að verða reynslu og hún þarf að koma til þín. Er hægt að komast á þetta level bara sem venjulegur vinnandi fjölskyldu? Já, þú getur komist þangað, en það er hægt í vinnunni? Nei, svo lengi sem þú hættir að reyna að komast þangað. Þetta er þessi fíni vegur og Ingólfur sagði einu sinni við mig, ég sagði við hann í einhverju samhengi að ég hefði áhuga á því að breytast á einhverju sviði og hann sagði já, en sko þið þarf að langa það án þess að langa það. Já, einmitt. Þannig að það er þessi sko rakulabless þunna lína, hvað var það, sko, hvatir og langanir og ásetning. Er þetta ekki bara, þetta er svona, já, ég minnir að lesa þetta í ekkert 12, tala hann ekki þetta svolítið líka. Örugglega. Ég held það. Já. Ekki, já, þrá en ekki þrá, en allavega. Það er þannig, hann talar tónsparakerfið sem leið til bata, leiðrétting og vitund og svo talaði hann og talaði og talaði og talaði og talaði og talaði og talaði. En hann var geggjaður. Hann var geggjaður maður, hann hefði ekki stoppað hann, við þurftum að stoppa hann var búinn að yfirgefa tímann. Hann hefði talað hérna fram á rauða nótt. Ég er ekki að jókið, sko. Hann hefði bara haldið áfram. Við hefðum ekki að labba út bara en að haldið áfram, sko. Já, við löpum út. Já, ég veit það. Fúsi klippti það burtu. Já, ég var staðinn upp, sko. Það var alveg þannig. Það var ekkert, já, það var allt uppbrunnið, sko. Já, en ég er mjög þakkláttur fyrir Ingólf í lífi mínu og fyrir að hafa komið inn og sest hann með okkur. Og hann er að hita upp fyrir mikinn meistara. Já. Sitting Bull kom hérna og hann hitaði upp fyrir mikinn meistara sem er að koma hérna til okkar. Já. Og það er spennandi þemi framundan. Já, mjög. Við ætlum að fara into the abyss.
og þarna óhrættir því að við erum með sko, virka rýmisvitund og við erum búin að virka þessa trúastöð Jamais Vu og Déjà Vu sem Ingólfur talaði hérna algjörlega tilbúnir í næsta viðmælda. Namaste brother. Sumleiðis, við heyrumst